Húsnæði og munir Tækniminjasafnsins á Seyðisfirði skemmdust eða eyðilögðust að stórum hluta í aurskriðunum í desember 2020. Reynt var að bjarga því sem hægt var og munir settir í fiskikör í óupphitað húsnæði til frekari úrvinnslu og flokkunar. Mikið verk bíður aðstandenda safnsins á komandi árum. Við vorum svo heppin að Þjóðminjasafnið kom ofboðslega sterkt inn sem höfuðsafn og leiddi þá vinnu mjög faglega hvernig skyldi forgangsraða vinnunni við munina inn í bræðslu. Og það komu aðilar frá öllum söfnum landsins má segja og sérfræðingar fóru í gegnum skjöl og muni. Og úr því var að það var þrisvar sérfræðingar sendir hér austur sem dvöldust í nokkra daga, unnu við það að fara í gegnum muni og síðan var þeim komið fyrir í fiskikörum og þess sem þeir eru enn og í aðra geymslu, það var fluttur úr bræðslunni. Og þar höfum við okkar muni í dag þar sem að eftir varð. Heildarmyndin af þeim munum er ekki alveg ljós og það mun taka okkur ef til fjölmörg ára að fara í gegnum það. Það eru mikið af munum sem eftir að fara í gegnum hvernig ástandið er á þeim. Sumir eru orðnir mjög verðmætir bara vegna þess að þeir lentu í aurskriðu. Aðrir eru verðmætir út af sögulegu gildi, menningarlegu gildi og öðru slíku. Og það er bara vinna sem bíður okkar og það sem þið munu sjá það er talsvert verk sem bíður okkar þar. Frá því að aurskriðurnar féllu þá vorum við fyrst í krísustjórnun. Þá var bara gert það sem var mest aðkallandi og maður gat farið frá vinnu á föstudegi alveg viss það að hverju maður gengi á mánudegi og maður gat mætt á mánudagsmorgni og verið allar forsendur gjörbreyttar. Og þannig að það var framan af ári var þetta algjör rússíbani og síðan fór nú svona aðeins að róast og hægjast og svona upp úr sumri þá var komin svona ágætt sýn á þetta. Forgangsröðunin er náttúrulega kannski svo að við þurfum að huga að okkar safnmunum og síðan þurfum við að huga framtíðar uppbyggingu safnsins. Og þegar við horfum til þess að þarna muni rísa safn á ný, þá vitum við það alveg að við endurreisum ekki Tækniminjasafnið í þeirri mynd sem það var. Safnið var þar staðsett út af því að þar var sagan. Í þessum húsum gerðist saga Tækniminjasafnsins. Áður en skriðurnar fjallu hafði verið skipaður vinnuhópur endurskoðun á stefnu og framtíðarsýn safnsins og var haldinn vinnufundur nú í sumar. Og út úr þeirri vinnu kom alveg rosalega góður vísir af því hvernig samfélagið, stjórn, starfsmenn og samstarfsaðilar sæju safnið fyrir sér framtíðinni. En það þarf að vinna það bara betur. Við þurfum að vinna það betur þannig að við getum byggt eins flott og gott safn og hugsast getur. Hvaða fjárhagslegu burði hafið þið til þess? Við höfum fengið bætur fyrir þau hús sem við mistum. Þannig að það er svolítið skrítin setning að segja. En við erum safn sem erum einhvers konar fjárfestingar getu. Við getum reist okkur upp á einhverju leyti. En það mun aldrei vera meira heldur bara okkar eigi framlag inn í eitthvað stærra og meira því að okkar fjárfestingar geta ekkert eitthvað það mikil. Við erum líka orðið einhvers konar frumkvöðlaverkefni líka því við höfum náttúrulega svo óskaplega lítið. Við erum eiginlega, við erum ekki eins og alveg að byrja í núlli, við erum næstu því í mínus. En svo við erum svona að komast á núlli og yfir í plúsin. Verkefnin eru náttúrulega óteljandi og það er erfitt að segja hvar maður á að byrja. Við erum að reyna að halda eins mörgum boltum og loftum við mögulega getum til þess að allt haldi áfram. Hlutirnir hafa gengið hratt niður á Seyðisfirði og það er búið að gera umhverfið í kringum vélsmiðjuna ofboðslega huggulegt og við erum búin að leggja fram beiðni til sveitarfélagsins vissa þætti sem við erum að bíða svara með og við erum í góðu og miklu samstarfi við bæði menntamálaráðuneytið og við Þjóðminjasafnið og minjasafnið hér á Egilsstöðum og bara önnur söfn á landinu. Það er okkur mikið í mun að byggja upp flott og veglegt safn á Seyðisfirði og saga Seyðisfjarðar hún markast náttúrulega ekki heldur bara af tækniminjunum og tækninni sem var þar einn helst fjallað um Tækniminjasafninu. Það er alveg óhætt að segja að safn á Seyðisfirði gæti fjallað stærri þætti í sögu Seyðisfjarðar. Og nú er náttúrulega ekki hægt að líta fram hjá því að aurskriðan er orðin stærsti viðburðurinn sem kom fyrir safnið
og einn stærsti viðburður samfélagsins á Seyðisfirði. Og hvers virði þá í raun og veru eftir svona mikið áfall að geta sýnt söguna? Ég held að það sé hvergi eins sýnilegt eins og Seyðisfirði hversu mikils virði það er. Og samhengi hlutana líka. Tækni þróunin hefur orðið þess valdandi að hér erum við að horfa fram á hlýnun jarðar. Þannig að í raun og veru verður aldrei litið fram hjá því að við þurfum svolítið að horfa til hlýnun jarðar og safnið kannski sögu þess inn í stóru myndinni er í sjálfu sér bara algjört rannsóknarefni út af fyrir sig. Og mun í raun og veru safnið mun þess vegna alltaf hafa mjög mikla sérstöðu. Bara í raun og veru þessi atburður. Af því þetta var ekkert lítið þar, bara fór alveg nánast þarna.